Komið sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvars þáttur minn sem auðvitað alltaf til hægri. Hafi einhver efast eindregin ásetning kínverska kommúnistaflokksins að virða vettugi almenn mannréttindi, þá hlýtur sá efi að hafa horfið eftir að 20 ára fangelsisdómur og kveðin upp yfir Jimmy Lai, 78 ára útgefanda og stofnanda dagblaðsins Apple Daily. Dómurinn sem kveðin var upp 9. febrúar síðastliðinn jafngildir lífstíðardómi. This is just living my life peacefully. But if I'm in jail, I'm living my life meaningfully. You know, if they can induce fear in you, that's the easiest way to control you. That's the cheapest way to control you and the most effective way. And they know it and they're very good at it. Þetta var síðasta viðtalið við Jimmy Lai sem BBC tók við hann rétt áður en hann var hnepptur í fangelsi. En hann var og þekktasti baráttumaður mannréttinda í Hong Kong og hefur setið í fangelsi í rúm 5 ár eða frá því hann var handtekinn í árslok 2020 á grundvelli sérstakra þjóðaröryggislaga sem kínverska ógnarstjórnin setti á eftir víðtæk mótmæli almennings í Hong Kong. Dómurinn birtingamind kerfisbundins niðurrifs borgaralegra réttinda í Hong Kong og sýnir hvernig svokölluð þjóðaröryggislög eru notuð til að þagga niður í allri gagnrýni og allri mótspyrnu. Svokölluð þjóðaröryggislög tóku gildi í Hong Kong í lok júní 2020. Lögin voru ekki samþykkt af löggjafarþingi Hong Kong, heldur beint af kínverska þjóðþinginu í Peking og innleidd í borginni með tilskipun. Þetta var viðamesta og alvarlegasta aðgerð kínverska kommúnistaflokksins í stjórnskipan Hong Kong frá því að Bretar afhentu borgina árið 1997 samkvæmt sérstöku samkomulagi sem gert var 1984. Samkomulagið átti að tryggja að borgin héldi sjálfstæðu réttarkerfi, borgaralegum réttindum og efnahagslegri sérstöðu í að minnstakosti 50 ár undir stefnunni eitt land, 2 kerfi, þrátt fyrir að vera hluti af kínverska ríkinu. Hong Kong skildi með öðrum orðum halda eigin lögum, réttindum og samfélagsgerð. Fyrstu árin eftir yfirtökun á Hong Kong virtist sem stjórnvöld í Peking ætluðu að virða samkomulagið enda hafði borgin verið einstakt samfélag áratugaskeið. Undir breskri stjórn þróaðist þar opið markaðshagkerfið, sjálfstæðir dómstólar og fjölmiðlafrelsi sem var nánast óþekkt víðast í Asíu. Borgin var alþjóðleg fjármálamiðstöð og brú milli austurs og vesturs. Jimmy Lai flúði ungur frá meginlandi Kína þar sem kommúnistaflokkur réðu öllu og fann í Hong Kong frelsi og tækifæri sem hann nýtt sér, fyrst sem verkamaður en byggði síðan upp viðskiptaveldi og var síðar einn áhrifamesti fjölmiðlamaður landsins, eða svæðisins. Með dagblaðinu Apple Daily skapaði hann öflugan vettvang fyrir opinskáa umræðu og gagnrýni á kínversk stjórnvöld. Blaðið var eitt mest lesna dagblað Hong Kong og brjóstvörn frjálsarar umræðu. Í lýðræði samfélagi slíkt hlutverk fjölmiðla eðlilegt og nauðsynlegt, í allaræðisríki það talið hættulegt. Jimmy Lai var smám saman einn áhrifamesti talsmaður og baráttumaður lýðræðis og borgaralegra réttinda í Hong Kong á sama tíma og kínverski kommúnistaflokkurinn herti hægt og bítandi tökin á borginni. Lai studdi mótmælahreyfingar, fjármagnaði lýðræði sinna og notaði fjölmiðla sína til að gagnrýna pólitíska kúgun. Fyrir kínversk stjórnvöld var hann ekki aðeins útgefandi, heldur hættulegur áhrifamaður sem mótað gæti almenningsálitið og grafið undan stjórn kínverska kommúnistaflokksins.
Mótmæli brutust út í Hong Kong í febrúar og mars 2019 og náðu hámarki sumarið. Kveikjan var frumvarp að heimila framsal sakborninga til meginlands Kína. Margir íbúar óttuðust að slíkt myndi grafa undan sjálfstæðu réttakerfi borgarinnar og gera stjórnvöld í Peking kleift að handtaka pólitíska andstæðinga og fótum tróða önnur almenn mannréttindi. Í byrjun voru mótmælin friðsamleg þar sem tugir þúsunda tóku þátt. Í júní mættu hins vegar 100.000 á götur borgarinnar og síðan milljónir. Mótmælin þróuðust úr andstöðu við eitt frumvarp yfir í víðtækari lýðræðishreyfingu með kröfum frjálsar kosningar, rannsókn á lögregluofbeldi og vernd borgaralegara réttinda. Viðbrögð stjórnvalda, kommunista, voru stigvaxandi. Lögreglan beitti valdi, handtökur hófust og mótmælendur voru skilgreindir sem öryggisógn. Á þessu stigi var ljóst að Peking mundi aldrei láta Hong Kong halda sjálfstæði sínu með neinum hætti. Til að tryggja tökin enn betur voru áðurnefnd þjóðaröryggislög sett undir því yfirskini að þau veru nauðsynleg til að stöðva óeirðir, berjast gegn hryðjuverkum og koma í veg fyrir samstarf við erlend öfl. Lögin voru hluti af stefnu kommunistaflokksins að brjóta niður lýðræðishreyfingunni í Hong Kong og tryggja pólitíska ógnarstjórn Peking. Það hefur verið að innlima borgina að fullu í Kína og koma í veg fyrir erlend pólitísk áhrif, það stuðning Vesturlanda og alþjóðlegra mannréttindasamtaka við stjórnaranstæðinga sem krefjast mannréttinda ekki síst málfrelsis. Í Peking litið á baráttu fyrir mannréttindum sem undirróður og sem ógn við öryggi landsins. Eftir setningu þjóðaröryggislagana gerðu allir sér grein fyrir því að Jimmy Lai yrði handtekinn. Það var ekki spurningin hvort heldur hvenar og enginn gerði sér betur grein fyrir þessari hættu en Jimmy Lai sjálfur. Ég get það ekki, svaraði Lai þegar hann var spurður af hverju hann yfirgæfi ekki borgina. Ég mun ekki svíkja fólkið mitt. Það hlustaði á mig og treysti mér og ég mun ekki yfirgefa það. Jimmy Lai breskur ríkisborgari líkt og margir íbúar Hong Kong á grundi áðurnefns samkomulags við Breta frá 1984. Og Jimmy uppfyllti skyldu sína gagnvart fólkinu og öllum hinum frjálsa heimi, allt til enda. Það kostaði hann allt. Og nú spurningin, mun hinn frjálsi heimur uppfylla skyldu sína gagnvart honum? Réttarhöldin yfir Jimmy Lai dróust í mörg ár en þegar þau loks fóru fram var freklega brotið á réttindum hans enda ljóst að hugmyndir réttaríki eiga lítið skylt við réttarfar kínverska kommunistaflokksins. Lai fékk ekki að velja sér lögmenn. Allir 3 dómarar í málinu voru handvaldir af Peking. Ákærur á hendur honum, þar samsæri að vinna með erlendum öflum og samsæri að hvetja til uppreisnar, eiga ekki rætur í ofbeldi og spillingu, heldur í gagnrýninni blaðamennsku og friðsamlegri baráttu fyrir lýðræðislegum gildum. Það gert refsivert að gefa út dagblað sem gagnrýnir stjórnvöld og þar með búið að afnema fjölmiðlafrelsi og borgaraleg réttindi að fullu. Dómurinn yfir Jimmy Lai hluti af víðtækari stefnu kínverska kommunistaflokksins. Lög og dómstólar skipulega nýtt sem tæki til að framfylgja pólitískri stefnu kúgunar þar sem mannleg reisn að engu höfð. Viðbrögð Vesturlanda hafa verið blendin, raunar varfærin og fremur sett fram sem kurteisislegar aðfinnslur, efnahagslegir hagsmunir virðast hafa múlbundið mörg lýðræðislönd og sett mark sitt á öll samskipti þeirra við ógnarstjórnin í Peking sem hefur áttað sig á því að kostnaðurinn við að brjóta á réttindum almennings lítill sem engin. Þannig missa vestræn stjórnvöld trúverðuleika, ekki aðeins í hugum þeirra milljóna sem að hugur ekki berjast gegn ógnarstjórnum, heldur ekki síður í augum valdhafa sem virða ekki grundvallar mannréttindi eigin borgara.
Í samskiptu við leiðtoga kínverska kommúnistaflokksins dugar veiklindi ekki. Það eina sem harðstjórar skilja og bera virðingu fyrir staðfest og kjarkur frjálsara þjóða í baráttu fyrir réttindum þeirra sem eru ánauðugir. Mál Jimmy Lai ekki harmleikur í anda Orwells, heldur birtingamenn þess, hvernig Peking hefur kerfisbundi afnumið frelsi í Hong Kong og hvernig loforðið eitt land, tvö kerfi að engu haft. Saga kínverska kommúnistaflokksins blóði drifin og því hafa íbúar Hong Kong fengið að kynna slíkt og Tíbetar sem hafa sætt ofsóknum í áratugi og líka úigúar, múslimar sem þurfa að sæta því að sitja í sérstökum endurhæfingabúðum, hundruði þúsunda. Að óglemdum þeim milljónum sem hafa verið myrt, pynduð og fangelsuð síðan kommúnistar komust til valda árið 1949. Flestir sagnfræðingar telja á milli 40 og 70 milljónir manna hafi látið lífið í hungursneyðum, ofsóknum og pólitískum hreinsunum kínverska kommúnistaflokksins. Það komið tími til að Vesturlönd sem byggja á lýðræðislegum gildum og frelsi standi ákveðin og einurð gegn kínverska kommúnistaflokknum. Búist við að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hitti Xi Jinping, forseta Kína í apríl næstkomandi. Tímaritið National Review segir að ef Trump sé alvari í mannréttindamálum, eins og hann hafi sagt, þá verði frelsun Lai og annara pólitískara fanga að vera á dagskrá hans og forseta Kína. Trump hafi tækifæri til að gera það sem breskum starfsbróður hans, Keir Starmer, forsætisráðherra, mistókst í opinberri heimsókn sinni í janúar til Kína. National Review heldur því fram að fundur forsetana sé prófraun á hvort Bandaríkin séu tilbúin til að verja grunngildi sín á alþjóðavettvangi frekar en að meðhöndla mannréttindi sem aukaatriði eða skiptimynt í efnahags- og viðskiptaviðræðum. Og ætli við Íslendingar og íslensk stjórnvöld stöndum ekki frammi fyrir svipuðum spurningum og Trump. Í Washington eru þingmenn þegar farnir að vinna að löggjöf refsiaðgerðir gegn dómurum og saksóknurum í Hong Kong sem taka þátt í að sækja einstaklinga til saka og dæma fyrir mannréttindabaráttu og kröfuna lýðræði. Taka þátt í pólitískum ofsóknum og réttarhaldum. Jimmy Lai hefur verið í haldi frá því í desember 2020 eins og áður segir og hefur eytt stórun hluta þess tíma í einangrun við versnandi heilsu. Með dómnum hefur heimurinn orðið vitni að þöggun einna hugrökkustu frelsisaraddar Hong Kong. Þetta ekki aðeins persónlegur harmleikur fyrir þá sem þekkja og elska Lai. Þetta eru skilaboð til andófsmanna allstaðar að ógnarstjórnir geti án mikils kostnaðar þagga niður í áhrifamestu baráttumönnum mannréttinda fyrir fullt og allt. Saga Jimmy Lai saga valdbeitingu stjórnvalda sem virða ekki réttindi einstaklinga, saga stjórnvöld sem eru tilbúin til að beita öllum ráðum til að berja niður gagnrýni, koma í veg fyrir frjálsa fjölmiðlun og opinskáa stjórnaraðstöðu allt til að tryggja eigin völd. Og þetta áminning að frelsir tapa sjaldan allt í einu, það hverfur smám saman. Ég þakka þeim sem hlýddu, eigi góðar stund.